Komið sæl og blessuð og velkomin í fyrsta þáttinn. Við erum núna stödd í Hofi og við ætlum að vera með heldur betur líflegan þátt í dag. Jú, heldur betur. Ég held að sé bara 90% tónlist. Við ætlum að renna yfir sögu mannakotna sem að fara að halda upp á 40 ára afmæli. 40 ára afmæli sitt, hérna í Hofi. Svo ætlum að hitta hljómsveitina Mafama sem að safna peninginn á Karolínarfund og fá að fræðast alltaf Karolínarfund, við erum nú rætt það hérna áður og þú með þess að þekki smá til Karolínarfund. Þekki aðeins til, það alls konar verkefni að safna fyrir ýmsu þarna inni. Mestmegnis tengt listum, er það ekki? Jú, listir, kvikmyndir, tónlist, myndlist, ýmis konar verkefni. Svo fáum við Magna Ásgeirs og Óskar Péturs sem ætla að syngja fyrir okkur, kannski ekki alveg það sem að Óskar syngur daglega en hann að fara að gera það á morgun, laugardag, einhvers konar, meira pop heldur en vanlega hjá hann. Við ætlum að kíkja aðeins á kvikmyndir, hvað bíó, ekki satt? Jú. Og svo var það hvað meira? Aðalatriði. Aðalatriði, nei það líka ammæli Populus Tremula. Já, við ætlum að heyra smá tóna frá Kristínu Pétri og Adda Tryggva sem ætla að taka tóndæmi hvernig þeir ætla að flytja verk Corneliusu Resik og Tom Waits og einhverja fleiri. En við ætlum að byrja á list og reyndar list sem að kemur frá Dalvík til Akureyrar. Verður velkomin til okkar. Þú ert búinn að flytja byggðasafnið, ekki kannski allt saman, en þú ert búinn að flytja part af því hingað til Akureyrar og ert að halda sýningu hérna í listasafninu. Já. Getur þú útvítt fyrir okkur svona átök að það gengur? Já, ég fekk þetta verkefni fyrir 1,5 ári síðan. Það var mér boðið að framkvæma hugmynd sem ég fekk fyrir 12 árum, held ég, þegar ég kom og flutti hingað norður, sem að segja sunnan. Og það að á byggðasöfnum, eins og byggðasöfnum Koli, ótrúlega mikið af fallegri list. En þegar maður sér söfn, þá þetta alltaf verið að sýna sögu gripana. En ég hef alltaf haft mikið áhuga á formum, þannig að auðvitað sér maður fullt af formum og þegar maður þekkir ekki söguna, þá sér maður kannski bara formið. Og svo er maður búinn að vera að hugsa þetta og svo hringdi Hannes í mig frá listasafninu sem sagt, Forveri Hlyn sem nú listasafnstjóri og bauð mig að gera þetta verkefni og ég mátti í rauninni algjörlega ráða hvernig ég gerði það. Og þá hugsaði ég lagðist undir feldi í svona 4 mánuði og hugsaði það og ákvað svo að bjóða 11 myndlistarmönnum að sýna og búa til ný listaverk sem eru þá unnin út frá menningararfi Dalvíkurbyggðar og safnkosti eða safnkosti byggðasafnsins Hvols á Dalvík, þar sem ég hef verið safnstjóri í nokkuð mörg ár. Þannig að þetta einhvers konar söguleg listasýning? Í bland, kannski? Já, svona í bland, sko. Þeir komu, hver og fætur öðrum, þessir myndlistamenn, og komu og skoðuðu safnið og kynntu sér menningararfin og ég sendi myndir af gripum sem ég hafði valið, það því að sumir einn á Djúpavogi, nokkur í Reykjavík, einhverjir hér. Og það var líka svolítið spurning hvernig ég myndi velja saman þessa myndlistamenn. Ég lagði svolítið á mig að velja þá þannig að þeir eru valdir nákvæmlega saman út frá aldri og miðli sem að þeir vinna í. Og þeir voru allir svo elskulegir að vilja gera ný listaverk. Það er ekkert bara að biðja myndlistamannum um ertu tilbúin að gera nýtt verk vegna þess að það er ekkert alveg alltaf þannig að það sé hægt. En þeir hafa allir gert ný verk og þau eru svo spennandi, það bara, og hver og einn einasti hefur lagt sig svo mikið fram. Og með þessum myndlistaverkum, þessar 11 myndlistamanna, sýni ég gripi sem að ég búin að strípa í rauninni söguna frá, þannig að ég sýni bara formin sem eftir. Og einhverstað las ég að allir þessu 11 tengjast hér á einhvern hátt. Já, það tengjast mér allir. Ég ákvað það, því það er svolítið erfitt. Ég hefði getað sko valið myndlistamenn bara frá Akureyri, bara úr Svarfaðardal eða svo ég ákvað, ég hef sjálf sko verið mikið alltaf að fylgjast með list bara frá því að ég var ung og þá ég verið yngri. Og og ég er alltaf eitthvað hræðist í listum og svona fylgist ágætlega með, mætti fylgjast betur með. Svo ég fór að hugsa að þetta verður mjög vandarsamt verk og það voru ekkert allir tilbúnir, einn sagði bara nei og það var vegna þess að hann hafði sína ástæðu fyrir því. En allir hinnir vildu vera með og þá hugsaði ég verði að gera þetta þannig að ég geti sagt af hverju þessir og af hverju ekki þessir. Þannig að ég ákvað bara að ég vil hafa svona mjög blandaða tengingu við mig.
Þannig að sumir eru tengdir mér mikið, aðrir eru tengdir mér lítið í gegnum kannski einhvern annan. Og svo eru tveir sem eru tengdir beinlínis í Svarfaðardalinn. Þú ert alltaf með númeri hjá öllum í gemsunum. Ég er nefnilega með þá alla í gemsunum. Núna allavega. Það var þá þannig tenging. Þekktu það vel. Já, en þetta eru alveg frábæri myndlistamenn og ég treysti þeim, sko, ég fylgst með þeim. Sumir eru mjög ungir, yngst 28 ára. Og ég hef fylgst með honum vegna þess að hann tengist mér líka og hann vann hjá mér á safninu tíma. Og svo hef ég fylgst með honum þegar hann var í Listaháskólanum og fylgst með hvernig hann vinnur og ég er hrifin af því. Þannig að já, þessi ungi maður verður hérna, hann tengist inn í Svarfaðardal. Já, þannig að þetta var svona mikil stúdía líka miðillinn sem við vinna í. Það er hérna skúlptúristi, mjög þekktur skúlptúristi með okkur, en hún vinnur, Svava Björnsdóttir, hún vinnur ekki skúlptúra í þessa sýningu heldur, eitthvað allt annað, en hún vinnur út frá skúlptúr á safninu, getur við sagt, út frá formi. Og eru þau öll þá svona inspireruð af einhverjum einstökum munum sem þú ert búin að velja? Nei, sumir eru inspireruð af safninu sem heild og menningarsögunni, aðrir hafa beinlínis bara farið í eitt grip. Þannig að þetta er vel þess virði að koma og skoða þessa sýningu því hún er svo fjölbreytt og hún kemur manni svo óvart. Það er bara alveg ótrúlegt. Sko, ég er glöð alltaf þegar ég er að tala við þetta lið, sko, bara að ég hef nú verið alveg hérna í símanum og svo er maður ekki að þetta. Sko, því að það er svo mikið að gerast. Þetta var svo inspírandi fyrir þá og þetta er svo inspírandi fyrir mig líka að brjóta þessa múra milli byggðasafns og listasafns. Sko, að vera... Við vinnum, sko, safn á landinu, við vinnum samkvæmt safnalögum og við eigum öll að vinna samkvæmt safnalögum og við gerum það bæði Listasafn Akureyrar og svo Byggðasafni Hvol. En það hefur alltaf verið pínlítið svona múr á milli, Listasafn og Byggðasafn, því Byggðasafn þetta er nú bara einhverju svona ryðgaða kellingur, eitthvað gamla kellingur, eitthvað svona gamli kallar og ríkuðir, en það er ekki þannig. Það er geðveikt lið sem vinnur á safnum, líka á Byggðasafnum, en svo eru bara gripir á Byggðasafnum svo ótrúlega fallegir. Það er til, sko, ég er að frumsýna 2 lítil verk á þessari sýningu sem að safninu var gefið fyrir svona 3-4 árum. Hvergi verið sýnt áður. Hvenær ætlar að opna þessa sýningu hérna á Akureyri? Já, á laugardaginn, eða morgun, klukkan 3. Og verður opinn? Til 7. desember. Til 7. desember. Bara absolutt að mæta. Bara endilega að koma og skoða. Við erum runn út á tíma. Já. Takk fyrir að koma. Takk fyrir. Og hérna hvetjum allir til að fara að skoða þessa sýningu hérna í Listasafninu á Akureyri. Takk fyrir. Þú, Birna, þú fórst og kannaðir sögu mannakotna. Ég gerði það, já. Gátum ekki fengið á hérna til okkar í dag, en við ætlum að rétta svona rúlla yfir stuttlega síðustu 40 árin. Síðustu 40 ára, 4 mínútum.